Ég á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða of seinn. Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, flugrið sjoppunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég prestaði stöðugt að fá mér spar, síðan síldin hvarf, enda svo lítið lagt til vinnu en hefða samt gott. Konurnar fíla það mæta vel, allt flestar að ég tel, og verð bóhem og þeimist að flott. Manstu ekki eftir mér, mikið lítur þú vel út. Býður ekki, ég tek bát og 12 menn. Ok. Ég kem með, það er laugardaginn heima. Ég er búinn að vakna ég hef meiri tilgangi ferð með Ölvi heldur en í rúminu. Velkomin vinur, ég hafna ekki góðum viðstökum. Velkomnir menn Þóris. Durki ykkur og hlýi ykkur. Þetta hlýtur að vera löng ferð hjá ykkur drengjónum. Við þykjum það. Því miður ekki til mikil öl, en verður þér boðið skyr og mjólk. Það voru lítil drykkja, nú vel þyrstur. Hvar er Bárður? Er hann úti? Ó, hann með húsköllum Þóris. Verið velkomni. Sestu nú niður borðið minn og þú líka stóri kall. Takk konungur. Hérna, drekkið. Hættu þess og drekktu þetta bara. Ég drekk ekki eitur. Egill vill ekki drekka úr þessu. Nú, þá set ég bara eitthvað eitur út í það. Takk. Egill, drekktu þetta. Ó nei, ekki fara! Ég mun drepa þig Bárður fyrir að reyna að drepa mig. Nei! Jú! Elimination. Þetta er bara svo langt ferðalag og ég þarf að fela mig samt. Hvar er Egill? Ertu hér? Arinbjörn, Bárður er fallinn, Egill er horfinn og það er líklegt að við aldrei sá þann mann aftur. Ég lifði af. Egill, þú komst lifandi heim frá helviti. Konungur er verið brjálaður. Þá sættum við bara við hann. Við gerum það.
Ég held mig bara góðu. Með blóðbarðar á sverði mínu.